Jæja, okkur ekkert að vanbúna en að setja þennan bæjarstjórnarfund Grindavíkur sem haldinn í bæjarstjórnarsal þriðjudaginn 19. desember, fundur númer 479. Hingað eru allir bæjarfulltrúar mættir og ég býð gesti velkomna líka. Það svolítið að skipulagsmálum á dagskrá fundarins og við ætlum að byrja hérna á gatnagerð í Fiskasundi. Það var opnun tilboða í verki Fiskasund. Það fór fram þriðjudaginn 28. november 2017 á bæjarskrifstofu Grindavíkur. Tilboð bárust frá Jóni og Margeir EHF, Ellert Skúlasyni og GG Sigurðssyni EHF og tæknideildin hefur farið yfir þetta og leggur til að gengið verði til samninga við lagsbjóðanda sem í þessu tilfelli Ellert Skúlason. Tilboðið upp á 41.236.950 krónur og það því 61,2% af kostnaðaráætlun. Ég býð orðið laust ef að fundarmenn vilja koma og spyrja út í þetta eða viðauka. Já, þetta voru það sem við vorum að fara yfir áðan. Ætlum við að afgreiða hann núna? Að þetta Ok, það var smá skekkja í fjárhagsáætluninni, það var vanáætlað á þennan lið, þannig að við þurfum að afgreiða viðauka við fjárhagsáætlun upp á hvað marga milljónir. Hvað segirðu? Vilt þú bæta ykkur við þetta, Ármann? Nei, getur lagfært að við bjóðum út í viðgerð. Þið segið til, kannski viðaukinn framkvæmdin mun fara fram á 2018. Þá kannski eðlilega að taka viðaukann fyrir á nýári. 2018. Já, janúar. Ok, við fundum að sáttu við það. Þá erum við bara að taka ákvörðun tilboðið. Orðið laust. Ef að enginn alltaf kveður sér ljós og þá leggjum við fyrir tillögu skipulagsnefndar að ganga til ganga til samninga við lagsbjóðanda. Þeir sem eru sammála því, réttu bönd, það samþykkt samhliða. Og við förum í mál 2 sem gatnagerð við Víkurhóp og sama dag voru opnuð tilboð í það verk og í því tilboði tilboð bárust frá Jóni og Margeir EHF, Ellerti Skúlasyni og GG Sigurðssyni og tæknideild leggur til að það verði gengið til samninga við lagsbjóðanda sem í þessu tilviki voru Jón og Margeir upp á 87.234.000 og það 82,7% af kostnaðaráætluninni. Og orðið laust. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Forseti, þá getur bæði fulltrúar og góði gestir. Ég vildi bara lýsa yfir ánægju minni með að við séum að bjóða út eina götu viðbót og það sem við koma botlangar, það sem að núverandi lausar lóðir undir parhús og raðhús eru uppurnar í Grindavík. Þarna fáum við fleiri lóðir í haust til þess að bjóða út og mjög ánægjulegt að bæði þessi tilboð í Fiskasundið og núna Víkurhópið skuli vera þó nokkuð undir kostnaðaráætlun. Takk fyrir. Takk fyrir það, Guðmundur. Fleiri sem vilja kveða sér ljós? Ef ekki, þá ber ég upp til samþykktar þeir sem eru sammála því að ganga til samninga við lagsbjóðanda réttu pönd. Það samþykkt samhliða. Og þá erum við komin í þriðja mál sem Norðurhóp 62. Þau eru þarna 3 í beit í Norðurhópi, umsókn byggingarleyfi. Það erindi frá Hannesi Sigurgeirssyni. Í erindinu sótt byggingarleyfi fyrir 3 hæða fjölbýlishúsi. Erindinu fylgja teikningar frá Rima arkitektum.
frá því núna 27. nóvember. Skipulagsnefnd hefur farið málið og leggur til að byggingaáformið verði samþykkt og að byggingaleyfi verði gefið út af byggingafulltrúa þegar ákvæði í kafla 2.4 í byggingareglugerð nr. 112/2012 eru uppfyllt. Er eitthvað þetta bæta, Ármann? Ekkert sérstaklega, nema þessu Þetta eru 14 íbúðir, ef maður rétt. 14 íbúða fjölbýlishús. 14, það er þá, 42, ef ég var að reikna þetta. Akkurat. Ef að fundarmenn vil ekki taka til máls að þá liggur það fyrir fundunum að samþykkja byggingaleyfi. Er það ekki rétt hjá mér? Nei, við erum að samþykkja byggingaáformin og byggingaleyfi kemur síðan þegar þessi ákvæði hafa verið uppfyllt. Þannig að þeir sem eru sammála byggingaáformunum réttubönd, það er samþykkt samhliða. Og það er samskonar mál í númer 4, það er við hliðina á Norðurhóp 64, samskonar bygging, jafnmargar hæðir og jafnmargar íbúðir. Þeir sem eru sammála þessum áformum réttubönd, það er samþykkt samhljóða og lokum 5. mál sem er Norðurhóp 66, nákvæmlega sama mál. Þeir sem eru sammála þeim áformum réttubönd, það er líka samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á breytingu á skipulagi varðandi Verbraut 1. Þetta mál hefur verið aðeins í ferli innan skipulagsnefndar. Ég ætla að bjóða Ármann að koma í pontu og gera aðeins grein fyrir málinu. Komið sæl, ágætu bæjarfulltrúar, forseti og gestir. Þetta mál gengur eiginlega að forsa málsins svo að það berst fyrirspurn frá fyrirtækjasvæðinu breyting á skipulagi og það gengur þá út af það að í rauninni að færa skipulagslínuna fyrir hafnarsvæðið. Sko það þarf að gera þá breytingar á 2 skipulagum, það er að segja gamla bæjarins og hafnarsvæðisins. Og erindi gengur út af það að fá að sameina lóðir til að stækka iðnaðarsvæðið þarna niður frá. Við værum þá að ganga á gamla bæinn og gamla bæjarskipulagið, svæðið sem er þá skipulagt fyrir, hvað maður segja, svona samfélagsþjónustu eða meira svona, já, ef við erum að tala um svona byggðasöfn eða þannig, ef það á að færa gömul hús í bænum þá ætti að koma þeim fyrir þarna niður frá. Og það er þá kroppað aðeins af því skipulagi og einnig þurfum við að gera breytingar á aðalskipulagi til þess að fá þetta í gegn. Þannig að þetta snýst þá um það að þið veitið mér eða veitið umsækjanda heimild til þess að hefja skipulagsvinnuna eða þá að ég fari í að vinna hana. Það er þá í rauninni kemur út á það sama. En þetta er það sem það er að gera. Það þarf að minnka deiliskipulag hafnarsvæðisins eina lóð og stækka fyrirgefið og minnka gamla bæinn því sem nemur og svo gera breytingar á aðalskipulagi. Þetta er ferli sem tekur svona, geti tekið að minnsta kosti hálft ár, jafnvel 1 ár. Og eins og ég sagði áðan þá náttúrulega bara minnkar gamli bærinn á móti því sem er sótt um. Ég man ekki alveg hvað þetta voru margir fermetrar. En þetta er ein lóð, Verbraut 1, sem þetta snýst um. Það eru fornminjar á lóðinni, taldar vera sko. Og það þurfti að gefa þeim sérstakan gaum við þetta. Þetta var samþykkt í skipulagsnefnd 3/2 og ef það eru einhverjar spurningar þá bara endilega skjóta. Áætlanirnar eru sem sagt að stækka atvinnu og iðnaðarhúsnæði þarna yfir þessa lóð, yfir á þessa lóð sem er á Verbraut 3. Já. Í þessari vinnu með þessi skipulög, hafnarsvæði á gamla bæinn, kom þetta þá eitthvað tíma til tals? Nei. Þetta var þessi lína milli hafnarsvæðisins og gamla bæjarins var ákveðin á sama tíma. Þegar skipulagslýsingarnar voru gerðar á sama tíma, þá voru afmörkunin á skipulagi hafnarsvæðisins og skipulagi gamla bæjarins ákveðin á sama tíma. Og það er þá einhver götumynd sem
átt að fylgja eftir. Já, maður fá skipulagið upp á... Nei, zooma. Svona, já. Zooma. Hvaða skipulag má bjóða þér? Hafnarsvæði eða gamlan bæinn? Annarkvort bara. Bæði bara. Þetta er gamli bæinn, klikka á það, eða þetta, alveg sama. Er það hafnarsvæði? Já. Þetta er sem sagt staðfest skipulag sem er að finna á vef Skipulagsstofnunar eða á heimasíðu bæjarins. Það sem við erum að tala er þessi hérna lóð. Stendur til að rífa þetta hús, við erum búin að veita heimild fyrir því. Að eða sem sagt fyrir okkar leyti þá mögulega eftir að klára að uppfylla ákveðin skilyrði. Og þetta snýst að stækka þessa lóð hérna. Eða sameina hana Verbraut 3. Þetta eru beitingarskorar. Þetta hús er byggt 1940 held ég. Og hérna er Víkurbraut 1. Verkstæðir. Hérna er flagghúsið og hérna er bakki. Nú er hluti lóðarinnar Verbraut 1 innan hafnarsvæðisins. Já, það er bara varnargarðurinn. Varnargarðurinn sjálfur. Á lóðin þeirra skipulag? Já, nei, í rauninni ekki sko. Í rauninni þyrfti að minnka þessa lóð sem því nemur, þar sem það er ekkert annað en varnargarður og vegurinn á þessa lóð sko. Og það er náttúrulega bara gert til þess að hægt sé að byggja á lóðinni sko. Í rauninni að gera varnargarðinn. Þó að hefði svo sem alveg verið hægt að fara með hann lengra út, en ég þekki það mál kannski ekkert sérstaklega vel. En það er hins vegar þinglýst kvöð, það er allavega farið eftir henni sko, við gerð skipulagsins. Og það er oft þannig að, sko, eins og í gamla bæjarskipulaginu, þá var mikil óreiða á landaskikum og lóðaskikum. Sumar lóðirnar náðu inn í bílskúrinn hjá nágrannanum og aðrar skárust saman. Og til þess að leysa úr svona hnútum, þá er unnið skipulag og þetta er rammað inn og lóðirnar er rammaðar inn. Og svo er farið að vinda ofan að þinglýsingar og eignarheimildunum í framhaldi af skipulaginu. Þú byrjar ekki á öfugum enda. Þannig að þetta er bara í rauninni eitthvað sem á eftir að gera. Já. En til þess að búa til sameina lóðir í dag og ef það falla svona milli skipulaga, þá verður að breyta skipulaginu og stækka mörkin sem því nemur. Kostnaður fellur á það umsækjanda, eða... Já, það stendur í lögunum, sko, var ekki 38. greinin, að framkvæmdaraðili getur óskað eftir að fá að breyta skipulagi, en við erum alltaf skipulagsvaldið, sko, það myndi alltaf bara skila inn einhverjum gögnum til okkar til yfirferðar og við getum alltaf valið það sjálf þá að ef þau eru ekki nógu góð eða bara ekki nógu vönduð, þá getum við látið vinna fyrir okkur. En framkvæmdaraðili getur óskað eftir því að láta vinna fyrir sér skipulag eða vinna sjálfur og skila inn á sinn kostnað, stendur í lögunum. Þannig að ég gerir fastlega ráð fyrir því að framkvæmdaraðili, já, ég myndi þá bara taka það fram í bréfinu, bara á því. Þegar skipulagsmörkin voru ákveðin Gamli bær og Hafnarsvæði, bárust þú einhverja athugasemdir við þessa skiptingu? Nei, enga. Hvað þú setið? Á ég að fara að taka þér? Ef það er ekki fleiri, þá bara... Ekki fleiri úr sæti en orðið er hins vegar ennþá laust ef að fundarmenn vilja koma upp í pontu. Gjörðu svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Nú sit ég í skipulagsnefnd og við tókum þetta mál fyrir þar og greiddi atkvæði á móti þessari tillögu og vildi kannski aðeins gera grein fyrir af hverju það var. Þetta svæði hefur náttúrulega oft komið upp í umræðu innan nefndarinnar, bæði á þessu kjörtímabili og síðasta.
Þetta þetta aðeins óheppilegt þar sem að hafnarsvæði tegi sig þarna inn, þannig að hafi byggst upp iðnaður og er nú þar þó að öll iðnaðarstarfsemi tengd höfninni sé í rauninni hinum megin við og þetta hefði betur fallið undir skipulag gamla bæjarins. En þegar við vorum að vinna þá tillögu og vorum að ákvarða þessi mörk, þá minnum að það var ekki vilji til þess að skipuleggja þetta svæði samt út og skapa þar með mögulega bótaskyldu hjá Grindavíkurbæ. Þess vegna vildum við bara að skipulagið myndi endurspegla núverandi stöðu. En eins og ég segi, umræðan hefur oft komið upp og alltaf hefur hún verið á þá leið að framtíðarsýnin og svona vilji nefndarmanna væri að iðnaðarstarfsemi myndi frekar færa sig annað og þarna myndi gamli bærinn fá að byggjast upp. Einnig í tengslu við það að þetta er oft óþægilega aðkoma, þetta er lítið plássana fyrir framan fiskvinnsluna og Hópsnes. Þetta hentar illa fyrir gangandi og bara alla umferðana fyrir framan og umræðan eins og ég segi hefur alltaf verið að stefna sé svo að vera ekki að útvíkka starfsemina sem eða útvíkka iðnaðinn þarna á svæðinu, heldur fremur að vonin svo að hann myndi færa sig á eitt af þeim fjölmörgu iðnaðarlóðum og iðnaðarsvæðum sem eru í boði í Grindavík. Og þar með var það mín ákvörðun á nefndarfundinum að styðja ekki þessa tillögu og mun ég fylgja því hérna á fundinum í dag. Takk fyrir það, Marta. Orðið er laust. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í mínum huga er þetta mjög óveruleg breyting á færslu á hluta raun og veru línuna á lóðinni. Það greinlega verið mistök þegar línan var gerð á milli gamla bæjarins og hafnarsvæðisins að hluti lóðarinnar er inn í hafnarsvæðinu. Það er náttúrulega, eins og Ármann sagði hér áðan, má bara ekki. Þannig að það er sjálfsagt mjög sérstakt. Við erum ekki að teygja okkur yfir á Víkurbrautina með þessari breytingu. Þetta er eingöngu að sameina Verbraut 1 með Verbraut 3. Þannig að lóðir við Víkurbraut verða tilheyra áfram gamla bænum. Þannig að það hefur engin áhrif á heildarmynd svæðisins. Við Verbraut 3 er náttúrulega komin ný húsnæði undir rekstur, bæði endurbyggt og ný húsnæði, lagur Bláalónsins og Þvottáhús, þannig að þetta er náttúrulega atvinnustarfsemi sem kallar á fjölgun í bæjarfélaginu. Best er að fá fjölgunina með auknum atvinnutækifærum. Og miðað við það að þetta er svo óveruleg breyting að þá mun ég samþykkja það. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Vilja fleiri fundarmenn koma og kveða sér ljós varðandi þetta mál? Gjörðu svo vel, Jóna Rut. Forseti, ágætu fundarmenn og gestir. Já, ég fyrir mitt leyti mun samþykkja þessa breytingu af því að ég tel að sú starfsemi sem er komin hana er bara mjög jákvæð fyrir bæjarfélagið. Þarna eru nú þegar bara starfsemi sem er hana við Bláalónsins með 20 starfsmönnum og þar sem þeir hyggja á að stækka þetta rými þá bara eykur það fjölda starfsmanna og eykur möguleika á fyrir fjölbreyttari starfsemi fyrir bæjarbúa. Þetta er fínt svæði þar sem er engin mengandi, það er ekkert menga loft hann í kring þannig að eins og fyrir Þvottáhús þá er erfitt að fara á iðnaðarsvæði þar sem við höfum verið að kljást við mengun frá ákveðnu fyrirtæki þar. Þannig að maður skilur vel að vilja vera hann við höfnina og á þessu svæði sem eru. Þannig að ég líka set spurningamerki að sé vera, ég þekki þetta kannski ekki það vel að því að Verbraut 1 er inn á gamla svæðinu og Verbraut 3 inn á iðnaðarsvæðinu, hvort það sé bara fínt að saman þetta setja þetta bara sömu götuna inn á sama svæði. Það ruglar það kannski engan með það. Þannig að ég fyrir mitt leyti mjög samþykkja þessa breytingu. Takk fyrir þetta, Jóna Rut. Ásrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir.
Mér fannst ég þurfa að koma upp og gera grein fyrir mínu atkvæði á þessum umrædda skipulagsfundi. Greiddi nefndarmaður Framsóknarflokksins atkvæði gegn breytingunni og rökin voru þau að það þarf sem sagt breytingu á 3 skipulagum, sem sagt aðalskipulagi, Hafnar og Gamla bæjarins, ef það gefur örugglega rétt hjá mér, ásamt líkum á fornminjum. Og ég við lestur og undirbúnings þá hef ég verið beggja blands, en niðurstaða mín sem sagt sú að veita nefndarmanni okkar vægi og ég mun því hafna þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Ásrún. Ég er sjálf á mælendaskrá. Við ræddum þetta á okkar fundi í gær kvöldi. Þar sem að 2 af okkar mönnum hafa setið skipulagsfundi þar sem að þetta mál hefur verið til umræðu. Niðurstaðan var sú að við vorum sammála því að samþykkja þessa breytingu. Ég get alveg skilið þetta sem Marta var að fara inn á áðan með hvernig við viljum stýra uppbyggingunni, en við erum engu að síður með starfsemi á svæðinu og þegar verið er að stækka þá get ég svo sem vel skilið að menn vilja gera það sem núverandi starfsemi er. Þannig að við munum fyrir okkar leyti samþykkja þessa tillögu, en ef ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs að þá er næsta skref að taka þetta til atkvæðagreiðslu. Ég ætla að lesa upp, þetta sem sagt breyting á skipulagi á verbraut 1. Hópsnes EHF sækir leyfi til breytingar á skipulagi á þann hátt að verbraut 1 verði sameinuð við verbraut 3 og lóðin verði skilgreind í deiliskipulagi Hafnarsvæðis í staðinn fyrir Gamla bæjarins. Skipulagsnefnd leggur til í bæjarstjórn að framkvæmdaraðili fái heimild samkvæmt 2. málsgrein 38. greinar skipulagslaga nr. 1123 frá árinu 2010 til þess að hefja gerð breytingar á deiliskipulagi Hafnarsvæðis, Gamla bæjarins og aðalskipulagi, þessi 3 skipulagi eins og Ásrún benti á áðan, þannig að lóðin verbraut 1 falli inn í deiliskipulag Hafnarsvæðisins undir atvinnustarfsemi. Þeir sem eru sammála þessari breytingu réttu upp hönd. Það eru 4, þeir sem eru á móti réttu upp hönd. Það eru 2 og 1 situr hjá. Og þá er það 7. málið sem er útboð varðandi jarðvegslosun í Melhólsnámunni. Það eru útboðsgögn tekin fyrir varðandi rekstur á jarðvegslosunarsvæðinu við Melhól. Ellert Skúlason EHF og Jón Margeir hafa óskað eftir útboðsgögnum eftir forval og tæknideildir að leggja til í bæjarstjórn þeim verið boðið að fá útboðsgögnin og bjóða í verkið. Viltu bæta ykkur við þetta, Ármann? Gera aðeins grein fyrir þessu kannski? Gjör svo vel. Sælættur. Já, þetta er lokað útboð á rekstri efnislosunarstaðsins við Melhól, hérna norðan bæinn. Þetta gengur þá út á tilfærslu á efni, landmótun og þá upptippun og móttöku á óvirkum úrgangi. Óvirkur úrgangur er mold og byggingarefni, tré, greinar, gras og annað. Það er ekki plast eða járn eða þess háttar. Við erum með starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti og það liggur fyrir samþykkt vinnsluáætlun næstu 10 ára, samþykkt af bæjarstjórn og útboðið miðast við það að unnið verði eftir vinnsluáætlunni. Það verður þá gefið eitthvað svona verð í rúmmetra á upptippuðu efni og svo framvegis. Þetta er lokað útboð eins og ég minntist á áðan og það sóttust 2 eftir því að fá gögn og þeir eru í rauninni bara að veita mér heimild til þess að láta á því fá gögnin. Við erum ekki að samþykkja neitt tilboð eða taka neitt svoleiðis fyrir. Já. Heimild til að hafna báðum tilboðum? Já. Þetta er, já, klálega. Það liggur náttúrulega ekki fyrir neinn kostnaðaráætlun. Þetta er ekki svona hefðbundið útboð þar sem er hægt að eins og við vorum að bjóða göturnar áðan þá eru gerðar kostnaðaráætlanir og hönnun
þetta meira svona rekstrar útboð sko. Þannig að þá eiginlega, þetta svona óhefbundið, myndi ég segja. Gögn unnin af verkfræðistofunni Eflu og tæknideildinni í sameiningu og við erum búin að renna yfir þetta allt saman og við leggjum til að þeir fái bara gögnin og fá að spreyta sig á þessu. Og það er skylda fyrir sveitarfélög að taka á móti óvirkum úrgangi. Við erum bara, þetta lögboðið hlutverk. Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið laust. Ef ekki vilja fleiri hvað þessu hljós, þá það eins og Ármann sagði okkar að samþykkja núna að afhenda þessi gögn. Þessi útboðsgögn, þeir sem eru sammála því með réttu upp hönd, það samþykkt samhliða. 8. mál, það annað útboð á Íþróttahúsinu. Hér tekin fyrir útboðsgögn fyrir nýju Íþróttahúsi ásamt tengibyggingu við Austurveg 1. Gögnin eru unnin af Batteríinu, arkitektum og tæknideild leggur til við bæjarstjórn að verkið verði boðið út í opnu útboði. Ármann, ég ætla að bjóða þér að koma upp og gera aðeins grein fyrir þessu máli. Takk. Já, sannleitur, Frosti. Jón, kannski hendur upp teikningum til að hafa svona til að skoða þetta á meðan að ég reyna að röfla þetta eitthvað. Þetta eru, já, útboðsteikningar, nákvæmlega. Þetta snýr viðbyggingu sem 2150 fermetrar heild. Það eru tengibygging á 2 hæðum sem sirkur 400 fermetrarnir. Bardagssal og á neðri hæðinni reyndar gert ráð fyrir að eins og staðan í dag að bíða með innvolsið þar. En það verður engan síður reist. Og svo erum við að tala íþróttasalinn sem verður þá svona fjölnota íþróttasalur og það hægt að koma fyrir allavega körfuboltavöllum, 2 körfuboltavöllum í einu. Það verður sjoppa líka, það var föst sjoppa, ekki svona færanlega og eins mannverkið staðsteypt, verkfræðistofan Efla kom að rafmagnsönnun og strendingur af burðarþoli og öðrum lögnum og batteríarkitektar sá arkitektahönnuna og aðalhönnun og samræmingu. Útboðsgögnin þetta eru veglegu pakki, þetta eru ykkur 100 blaðsíðna og prýðilegt verður bara prýðilegt mannverki segjum svo sko og þetta eru sömu arkitektahönnunir og voru að síðust tengibyggingu sem við byggðum og það náttúrulega skilur eftir sér svona ákveðin ljóma þaðan sko. Þetta svona á að harmonera saman. Og ég ger bara ráð fyrir því að bæjarfulltrúar séu búin að kynna sér tekníkarnar og grandskoða rafmagnstekníkar sko deiltekníkar og annað og þetta verður svona eins og sjáðu þessari mynd. Það þetta þá sundlaugin og það ætti að vera sjást aðeins upp í bardagsalinn sem á efri hæðinni hann byrjar á efri hæðinni og þessi stútur sem upp á þakinu, þetta nú bara tækjarými sem nú bara svona praktískt atriði. Ef það eru eitthvað spurningar þá bara að skjóta. Nei, þeir eru ekki inn í þessu útboði. Það er gert ráð fyrir því að þetta verði æfingarhúsnæði til að byrja með. Og munir að hafa verið rætt í nefndinni að svo þegar gömlu bekkirnir í núverandi íþróttahúsi fara að gefa sig að þá yrði frekar að endurnýja nýir í nýju bygginguna frekar en að endurnýja í eldri og þá yrði eldri byggingina að æfingarhúsnæði einnig sko. Þannig að eins og staðan í dag þá ekki hugsað þetta sem keppnishús. Nei, já, sko, það Hermann var í nefndinni og kom að hönnunni og ég ger nú ráð fyrir að hann hafi farið yfir þetta með starfsmönnum en annars á ég fund með starfsmönnum á morgun þar sem ég fer yfir þetta í kjölfar þess að fá samþykktina fyrir útboðinu. Þannig að forstöðumaður íþróttamannvirkja sat í verkefnisnefndinni sem nú búin að vera á störfum núna í ætli þessi ekki komið 3 ár
Við vorum með, ég kastaði upp alls konar tillögum á hönnunartímabilinu og það er búið að vera að vinna með margar tillögur og þetta er niðurstaða nefndarinnar. Spurningar, fleiri? Ég kem þá bara. Takk fyrir þessa yfirferð Ármann. Ég ætla að bjóða orðið laust fyrir fundamenn. Vil ég taka til máls. Það er rétt það sem Ármann bent á að við erum búin að vera með nefndastörfum í svolítinn tíma og það hafa farið fram umræður ýmsar hugmyndir og nú er afraksturinn kominn á blað, tugi blaðsíðna eins og Ármann benti á og þetta verður gott rými og mikil búbót og breyting fyrir íþróttahreyfinguna. Þannig að ég bara fagna því að við séum komin á þennan stað, að við séum að fara að bjóða þetta út. Við erum alltaf að byrja á grunninum, að græja hann. En ef enginn ætlar að kveða sér hljós, þá erum við að fara að gera svo vel, Marta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð að viðurkenna að maður rennir örlítið blint inn í þetta mál þar sem að gögnin bárust náttúrulega seint og eru mjög viðamikil. Auk þess kom okkar maður í nefndina seint og ég talaði við hann og hann myndi segja sama að þetta var stuttur tími til að yfirfara lokagögnin. En mér sýndist þó á yfirferðinni að þetta væri nú í samræmi við gögn sem við höfum áður fengið, tölur sem við höfum heyrt en ekki fengið neinar staðfestingar breytingatillögur sem hafa komið fram. Þannig að, já, mér langaði kannski að spyrja, er ekki örugglega, til að vera með alveg á hreinu, er ekki örugglega heimild til þess að hafna tilboðum séu þau yfir kostnaðaráætlun? Já, ok. Það er meira að má þó þau séu undir en þá eru kannski að mögulega greiða fyrir tilboðsgerðina ef að því kemur. Skilur við að þau eru undir eins og við höfum verið að lenda í bara í síðustu 4-5 útboðum. Jú, við megum það. Er eitthvað svigrúm til þess að breyta litlum hlutum í áætlunum eftir át? Því að eins og segi, ég veit að það er búið að vinna hratt undanfarið og ef að koma fram og koma ykkur athugasemdir fram á fundinum í gær skilst mér hjá byggingarnefndinni. Er þetta bara fest í stein núna, svona verður byggingin eða er eitthvað svigrúm eftir? Sko, svona mannverki taka breytingum á með þess að á byggingartíma. Það er ekkert óeðlilegt, sko. Og það koma upp, eins og skoðu gögnin, þetta eru kannski 10.000 atriði sem að passa saman og það verða alltaf einhverju núningar einhvers staðar og það þarf að gera breytingar sjálfsögðu. Þannig að það er ekkert óeðlilegt þó við breytum kannski ekki burðarkerfi hússins alveg komplett, sko, en að justera til hlutum ætti að vera allt í lagi, sko, alveg fram á byggingartíma. Og þó að sé alltaf best að reyna að hafa, það er ódýrast að gera breytingar þannig 1 á móti 100 í staðan fyrir 1 á móti 1. En oft er það ekkert annað hægt, en er það með inn á líka kannski með til fjárhagsáætlun? Nei, ég var aðalega bara að hugsa, ég segjum líka að komi upp einhverjar tillögur á fundi með starfsmönnum eða eins og ég segi, þetta var lítill tími fyrir okkur að fara yfir ef eitthvað hefur yfirsést. Þetta treystir maður samt nefndinni líka og starfsmönnum sem unnið hafa að þessu, en þetta er ákveðin, það er, eins og ég segi, okkar nefndumar núverandi kom seint inn í ferlið og það er alveg hægt að gera breytingar á sko, tæknilega er það hægt. Það er bara við letið þess, sjálfsögðu, og hjá öllum og það er alveg hægt. Þá eru bara, sko, það eru ákveðnar magntölur sem eru gefnar. Afsakið, Ármann, ég held að þetta er allt í lagi. Ég var bara svona, þetta var létt spurning bara svigrúmið, sko. Þetta er, getur alveg andað þess rólega, sko. En eins og ég segi, þá er þetta vissulega þessi bygging búin að vinda sannarlega upp á sig með að við upphaflegar áætlanir og þess að við talaðum til dæmis síðustu kosningabaráttu. En umboðið fór á þennan veg og þetta, maður hefur reynt að styðja þetta bara eins og maður getur í gegnum síðustu ár og vinnuna, þó að aðhaldið og svona maður hefur barist fyrir að séu rétt vinnubrögð í kringum þetta, varðandi kostnaðaráætlun og annað slíkt. Þetta er
stóra mikil bygging en ég er alveg vissum að hún mun nýtast vel og mun sauma á sig vel og sem betur fyrr erum við stöndug bæjarfélag og eigum að geta staðið undir þessu en auðvitað verður svo alltaf að kanna líka og gera áætlanir rekstrakostnaðinn sem fylgir þessu og það volandi þá bara næsta skref að við leggjum svolítið yfir það og nýtum tímann í byggingaferlinu til þess að skoða rekstraráhrifin og út af því að eins og við sáum í síðustu fjárhagsáætlun þá svigrúmið í rekstrinum ekkert svakalegt hjá okkur og það verður að vanda vel til verka og ákveða vel hvert rekstrarpeningurinn fer. Þannig að það þarf að gefa sér tíma og við og næsta bæjarstjórn að leggjast yfir það hvernig við finnum svigrúm til þess. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Marta. Orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að færa þakkir til nefndarinnar sem hefur unnið þetta mál í, má segja, 2-3 ár. Þetta búið að vera mikil vinna á nefndinni sem búin að fara vel yfir þetta, þó svo að skipt hafi verið fulltrúa í nefndinni núna bara undir lokin, þá náttúrulega allir flokkar búin að vera með sinn mann í þessari nefnd. Og þetta búið að vera mikil vinna á þeim, þakkir skildar. Loksins þetta komið á þann stað að við erum farin að bjóða út verkið og þá ekki nema það bil rúmt ár sem gert ráð fyrir þetta verið tekið í notkun. Þannig að ég hef ekki áhyggjur að við höfum ekki burði til þess að sjá svo reksturinn á því. Reksturinn á þessu mannverki bara brot af því sem reksturinn á mannverkinu sem var byggt síðast Þannig að væntanlega verður bætt við einhverju stöðugildi, geti ég trúað því þetta kemur í gagnið. Í leiðinni erum við að byggja hér götu til að fjölga íbúðum. Þannig að fjölgun íbúða þýðir auknar tekjur og væntanlega þýðir það að við höfum meiri á milli handana til þess að standa straum af rekstri á svona byggingu sem við erum að fara í. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Ásrún, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég fagna því að sjá kostnaðaráætlun og teikningar og hef talað það. Mér fannst skrítið að afgreiða til dæmis niðurrif í þessari forgangsröðun. En ég tek algjörlega undir það með Guðmundi að þessi nefnd hefur svo sannarlega staðið sig vel og við eigum okkar mann í þessari nefnd og mig langar að koma, hann tók saman svona hugrenningar og nokkra punkta og senda á okkur og mig langar svona aðeins að koma því á framfæri að þegar lagt var að stað í þessa vegferð þá átti að byggja stórt íþróttahús sem átti að kosta 250 milljónir og pluss gólfefni. En það kom í ljós að þetta stóra íþróttahús kostaði töluvert meira og það var farið í það að minnka bæði íþróttasalinn sjálfan sem og annað rými. Og hann nefnir það einmitt að honum finnist það, þó svo við séum náttúrulega alltaf að horfa í þessar krónur, að nýja íþróttahúsi sem á að fara að byggja einungis 35 sinnum 33 og núverandi 30 sinnum 30. Þannig að þetta nýja hús að taka í rauninni svipa marga áhorfendur í sæti og núverandi íþróttahús. Og hann nefndi líka, og við höfum tekið það inn á fundi til okkar, hann nefndi líka sambandi við búningsklefa að það náttúrulega gengið töluvert langt í sparnaði varðandi búningsklefana að þeir eru litlir sem sagt búningsklefarnir og með við núverandi kröfur og það til dæmis ekki salernis né sturtuaðstæða. Og hann komið þá til og það var hægt að nýta, vera með sameiginlega
sturtu og saliðisaðstöð á milli tveggja klefa. En allavega þá langaði mig að bara að koma því á framfæri. Svo talar hann líka og íþróttahús við grunnskólan og ég ætla alls ekki að fara að afvegaleiða umræðuna í sambandi við það. En það er klárlega eitthvað sem að ný bæjarstjórn þarf að skoða. Við þurfum að horfa til framtíðar og sjá hvernig við sjáum þetta allt saman fyrir okkur. En bara bestu þakkir til nefndarinnar og ég fagna kostnaðaráætlun og teikningum. Takk. Takk fyrir þetta, Ásrún. Ég setti nú sjálf mig á mælendaskrá. Mér langaði, ég veit úr þetta vitt í bókun sem að fulltrúi Framsóknarflokksins lagði til á fundi byggingarnefndarinnar í gær og mér langar líka að færa byggingarnefndinni sérstaklega þakki fyrir alla sína vinnu undanfarin ár. En mér er svolítið sérkennilegt á sama tíma að vera að gagnrýna okkur fyrir mikinn kostnað þá líka vera að gagnrýna okkur fyrir að vera að reyna að halda í við byggingarkostnaðinn með því að vera ekki að byggja of stórt og varandi klefana þá er þetta skiptiklefar, svo kallega þurrklefar, það sem eru ekki sturtur en það er klósett að mér skilst á milli þessara klefa. Þannig að það er hægt að nýta sannarlega salernisaðstöðu þó svo hún sé ekki alveg inn í klefunum. En já, það er erfitt í dag að byggja held í íþróttahús fyrir 250 milljónir en þetta er kostnaðurinn og ég held að hún hafi gert allt sem hún gat, nefndin, til þess að gera þetta eins hófstillt og mögulegt var. En við erum sannarlega að bæta við heilu íþróttahúsi, þannig að þetta er sannarlega viðbót. Hvenær það fer að þrengja aftur að eins og kom fram í bókun fulltrúa Framsóknarflokksins, það er kannski erfitt að segja til það, en ég held að við séum sannarlega að fá góða og mikla aðstöðu sem að mun bæta aðstöðu íþróttafólks sem að notar núna íþróttahúsið. En Guðmundur, ég held að þú hefur örugglega verið næstur. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er rétt hjá Ásrúnu að frá upphaflegu hugmyndum hefur þetta breyst. Upphaflegu hugmyndin var að reisa annan íþróttasal. Punktur. Fyrir körfubolta sem að væri löglegu körfuboltavöllur til að spila í Íslandsmóti. Og það er verið að gera. Það sem hefur breyst í millitíðinni að húsið var stækkað. Það var bætt við, það var yfir kálfurinn og bætt við jútasal, 2 sölum og sturtu eða klefum, 4 klefum. Þannig að það er svolítið breyting, auðvitað hefur þetta hækkað líka á tæplega 4 árum. Það er verið að byggja 4 klefa og 2 af þeim verða þurrklefar. Og það er staðreynd að mjög margir sem fara í ræktina, salinn, fara ekki í sturtu. Það er kannski ekki alltaf slæmt því að margir fara á æfingu 2 á dag, jafnvel 3 sem er kannski úr hófi og þurfa ekki alltaf að fara í sturtu. Og það er bara, fólki segir það sem vinnur þarna, það fara fáir í sturtu því miður. Og þess vegna eru 2 klefar af þessum 4 þurrklefar. Þannig að litli, það er engar reglugerðir sem menn er að benda á þarna hversu stórir þeir þurfa að vera. Það eru reglugerðir með búningsklefa í knattspyrnu að ég best veit ekki körfuknattspyrnu. Þannig að þetta er niðurstaðan og ég er hræddur að ég er viss að þegar þetta er risið þá verða flest allir mjög ánægðir með verkið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur. Orðið er laust. Kannski benda á það að við höfum nú rætt það er nú búið að vera svolítið framkvæmdir hjá Grindavíkurbæ undanfarin ár. Það er byggingarstjóri, er það ekki yfir þessu verki. Þannig að það verður mjög strangt eftirlit með allri framkvæmd. Já, við erum með ráðum byggingarstjóra sem er ekki háður hvorki hönnum né verktaka og hann verður þá sinni eftirliti og ber þá ábyrgð. Já. Það er svona betri leið heldur en að ráða bara eftirlitsmann og svo er verktakinn byggingarstjóri þá hefur eftirlitið enga ábyrgð. En Akkurat. Þá ber eftirlitið ábyrgð. Sem er mjög gott. Tryggingar þeirra ef eitthvað kemur upp á. Já. Eða menn reyna bara að laga og reyna að hafa þetta bara eins og hjá mönnum. Akkurat. Hjá mönnum og konum. Orðið er laust.
ef að fleiri vilja tjá sig útboðsgögn varðandi íþróttahúsið. Ef ekki, þá það næsta skref að við samþykjum að það verið boðið út í opnu útboði. Þeir sem eru sammála því rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Og þá það reglur varðandi lóðaúthlutanir. Við höfum tekið þetta fyrir inn í bæjarráði, gerðar nokkrar breytingar. Þetta eru sem sagt nýjar reglur, hafa ekki verið til áður. Viltu eitthvað fara yfir þessar reglur, Ármann? Gjör svo vel. Já, nú viltu ekki henda þeim upp svona, svo sé þetta farið þær. Já, eins og Kristín María benti á áðan, þá þetta nýja reglur. Við erum búin að vera án lóðaúthlutunarreglna síðan 2008. Það uppgötaðist hérna í lóðafárinu hérna sem var fyrir svona hálfu ári síðan. Það fóru allar lóðurnar út á einu bretti og nú erum við náttúrulega að fara í framkvæmdir við Víkurhópið og þá fóru að koma fleiri lóðir inn á markaðinn sem við erum að fara að auglýsa og þá þurfum við að hafa einhverjar almennilegar reglur til þess að stýra þessu. Það sem svona helst, þetta eru svona hefðbundnar reglur bara en það sem helst í þessu, það kannski hverjir mega sækjum lóðir og hverjir mega sækjum hvernig lóðir. Það eru þá bara byggingar- og framkvæmdaraðilar sem mega sækja lóðir fyrir raðhús og fjölbýlishús og þeir þurfa að hafa, það ákveðnar kröfur gerðar til þeirra varðandi þá skuldir og annað slíkt. Og svo eru tímafrestirnir líka inn í þessu, hvenær á að vera búið að skila inn byggingarnefndarteikningum og hvenær á að vera búið að fá byggingarleyfi og svona. Það að ramma inn þessa starfsemi, hún búin að vera kannski svolítið laus enda síðustu ári í byggingarbransanum búin að vera frekar róleg og menn bara kannski þakka fyrir ef eitthvað kemur og tekur lóð, sko. En núna bara öldin önnur og komið mikill hraði í menn og margir að byggja og þá þarf svona svolítið að ramma þetta niður svo að við starfsmennir tæknideildinni höfum eitthvað svona reglu til að líta í til þess að auðvelda okkur starfið og eins bara til þess að ég myndi segja bara auka gæði bygginga og svona verkferla innan hús. Já, þetta eru svona þessir helstu póstar, hverjir með að sækjum og tímasetningarnar fyrir byggingarleyfi. Þú þarft að vera komið með byggingarleyfi til dæmis innan 12 mánaða frá þú færð lóðina. Þú þarft að vera búin að skila inn byggingarnefndarteikningum innan 4 mánaða, ef maður rétt. Þannig að menn geti ekki setið á lóðunum og láta þær daga uppi. Og eins og Kristín María sagði áðan, þá tókum við þetta fyrir síðasta bæjarstjórnarfundi og það voru ákveðnar svona, já, það voru ábendingar varðandi tímafrestina þegar við göngum svo í það að afturkalla lóðina. Við erum búin að bæta inn og samræma það við reglur gatnagerðargjalda og eins og lög gatnagerðargjöld segja að þá sendum við bréf og bjóðum 30 daga frest. Sendum bréf með sannanlegum hætti og bjóðum 30 daga frest áður en að við afturköllum lóðaúthlutuna og auglýsum þá lóðina bara lausa á nýju. Það eins farið yfir hvernig dregið lóðir eða fleiri en eitt sækir og eins mega ef ég á hlut, til dæmis segið dæmi um það, ef ég á hlut í 3 fyrirtækjum þá get ég ekki sótt sömu lóðina úr öllum 3 fyrirtækjum, þá telst það bara sem ein umsókn. Já, þetta eru svona helstu póstarnir fyrir utan bara hefðbundnar reglur lóðaúthlutanir. En við lögum þetta eftir ábendingar bæjarstjórnar síðast, þar sem nú áður en að við afturköllum lóð, ef að menn standi ekki eða brjóta reglunar eða standi ekki við sitt, að þá fá menn bréf og 30 daga frest til þess að vinna á sínum málum áður en við tökum hana eða afturköllum lóðaúthlutunina. Síðan þá er þetta búið að fara fyrir skipulagsnefnd og bæjarráð og ætti að vera svona nokkuð gott til útgáfu bara og þá það auglýst í B-deild stjórnartíðinda í framhaldi og þá taka þær gildi. Takk fyrir þetta, Ármann. Ég held að sé mjög til bóta að hafa reglur lóðaúthlutanir.
En orðið er laust. Við erum núna búin að fara mjög vel yfir þessar reglur og taka þær eins og Ármann benti á fyrir í bæði í bæjaráði og í skipulagsnefndinni í millitíðinni. Þannig að ég ætla þá bara að bera þær upp hérna til samþykktar. Þeir sem eru sammála þessum reglum og þær verða auglýstar í B10 réttu bönd. Það er samþykkt samhliða. Og þá er það reglur og gjaldskrá varðandi gatnagerðargjöld. Þetta er eitthvað sem var til og hefur verið bara aðeins lagfært. Viltu eitthvað gera grein fyrir þessu, Ármann? Takk fyrir það. Jón, þú kannski stoppa mig af ef við fer með fleipur. Ég og Jón erum búin að vinna í þessu smá saman en þetta gengur út á breytingu á gatnagerðargjöldum sem voru samþykkt í auglýsti B-deild stjórn 2008, sem sagt reglum gatnagerðargjöld og þetta sneri aðalega breytingar á 8. greininni, ef ekki, Jón? 7. greininni. Og þá hefur verið að ramma einmitt inn greiðslufresti og sem sagt, hvernig er þetta að semja? Og eins og áðan, þá er þetta sem sagt, flokka milli þess að vera það er sem sagt lögaðili eða sem sagt framkvæmdaraðili sem sækir fjölbýlishús og lóð eða rafhús og lóð. Honum ber að borga bara innan 30 daga frá gjalddaga. Nei, já, innan 30 daga frá lóðúthlutun. En í öðrum kosti er aðeins meiri sveigjanleiki fyrir þá einstaklinga sem er að byggja sér hús. En hann er hins vegar ekkert það mikill og hann er þá rammaður niður. Þá hafa starfsmenn meiri svona, reglur til þess að líta í og þá er einhvern veginn verður þetta miklu þægilegra. Já, og við erum í rauninni kannski líka aðlaga þetta svolítið að lóðaúthlutunarreglum. Þannig að við séum ekki með einhverja vikufresti hér og 4 mánaða fresti hér og ársfresti hér og svona. Það er verið að einfalda, það er verið að búa til náttúrulega lóðaúthlutunarreglunar og að reyna að ramma inn þá greiðsluna fyrir gatnagerðargjöldin í leiðinni. Og þetta er þá bara aðalega þessi 7. grein, Jón, var það ekki? Og hún er hérna bara á töflunni og lýsir sér svolítið sjálf, sko. Þessar reglur eru, svona, þær virka bara þannig að ef við viljum breyta þeim þá þarf að samþykkja það hér og svo þarf að auglýsa í B-deild. Þannig að þær eru svona lifandi plögg ef við tölum um það eins og skipulög eru, deiliskipulög og aðalskipulög eru þannig að þó að þetta séu reglur sem eru búin að öðlast, lögfræðilegt gildi með auglýsingu B-deild, þá er hægt að breyta þeim og þetta eru lifandi gögn. En ég, mér finnst alltaf gott að vinna með eitthvað svona ramma yfir mér og ég held að Jón sé alveg sammála mér í því. Takk. Takk fyrir þetta, Ármann. Orðið er laust. Varðandi reglur gatnagerðargjöld. Ef ekki fleiri vilja kveða sér ljós og þá ber ég þessar reglur upp til samþykktar og þær verði auglýstar þeir sem eru því sammála við réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 11. mál sem er Grindavíkurhöfn öryggismál. Hér er að koma inn beiðni viðauka varðandi framkvæmdir á gatnamóti Ránargötu og Seljabótar. Þarna fylgja undir gögnunum teikningar og Ármann, þú kannski kemur og ferð aðeins yfir þetta með okkur. Takk. Já, ég segi það að þetta eru þá framkvæmdir sem eru menn að horfa til að fara í á næsta ári. Þannig að það er þá spurningum að taka þá viðaukann fyrir bara í janúar en að gera bara að kynna þetta fyrir áætlanirnar. Hafnarstjórinn er búinn að halda utan svona hópmanna bæði þá eru menn frá vörubílafyrirtækinu og fyrirtækjunum og útgerðunum og svona þessum helstu fyrirtækjunum á Höfn. Þeir eru með fulltrúa í þessum hópi og eru búin að vera að skoða gatnamótin Ránargata Hafnargata. Nei, fyrirgefiði. Ránargata Seljabót. Og þessi gatnamót eru rosalega stór og þú mátt kannski henda upp teikningunni, Jón. Það væri langþægilegast að bara útskýra þetta sér svolítið sjálft. Og
Og þarna þessi hópur búinn að kasta á milli hugmyndum og þetta væri svona einföldustu skrefin sem væri hægt að gera. Það gengur þó út á það að setja dropa á seljabótina beggja vegna og mála vel gönguleiðir. Við á einum fundunum þá sáum við nú bara, vorum við nú upp í Hafnarhúsi og horfðum yfir svæðið og þá sáum við bara akkurat þegar fólki fór í mat og sáum hvernig það gekk yfir gatnamótin. Og með þessu þá það að ramma bara svolítið niður með betri göngubreytir og mála liftarabraut. Það er líka fínt að hafa að þeir fari bara einhverju fyrirfram ákveðna leið, séu ekki bara svona þvers og kruss. Já, og ég er búinn að senda Vegagerðarinnar til umsagnar og þau eru bara mjög sátt og ég gerir ráð fyrir því að dropinn verði ekki með kant heldur bara svona upphleyptur rauðir steinar og þá ný gangbraut. Sko við fórum það var gert náttúrulega deiliskipulag og hafa klárað á þessu svæði 2015 ef ég man rétt og í framhaldi fórum við í framkvæmdir með að setja stoppskyldu á Ránargötuna og dropa og gangstétt yfir og þá einstefnu inn á Miðgarð. Og það hefur svo bara eins og með svona mikla breytingar þá reynir maður að fara eftir reynslunni en þá virðist menn hafa farið að gefa í bara á seljabótinni á móti og hún er náttúrulega breið og þetta er náttúrulega mikið þungaflutninga þarna og beygjur og gatnamót verða náttúrulega að vera svolítið rúm, það er skiljanlegt en oft líður mönnum kannski eins og þau séu á flugbraut þegar þær eru á svona víðum vegum og þá erum við svona að reyna að brjóta þetta upp með dropanum og reyna að beina þá gangandi á gangbrautina og svona. En þetta áttur að vera svona viðaukabeini en og við einnig tókum þetta fyrir í skipulagsnefnd en svona í ljósi umræðunar fyrir í dag þá er kannski betra fyrir mig að taka þetta fyrir á næsta fundi, janúarfundi sem viðauka. Sammála því Jón? Og þetta er starfshópur sem er búinn að vera á störfum núna í vetur og samanstendur af svona fulltrúum, ég ætla ekki að segja allra en svona þeirra fyrirtækja sem er á notasvæði. Vísi og Þorbjörn og Jón og Margeir og fleiri. En erum við þá að fara að afgreiða einhverjar samþykkja fyrirkomulagið en viðaukabeiðnin kemur þá í janúar? Já. Þetta er svona meira þá bara til kynningar. Og ég mun þá taka þetta fyrir skipulagsnefnd aftur og þá gætu menn verið búin að koma einhverjum skilaboðum áleiðis ef mönnum líst illa á þetta. Þannig að þetta er svona meira bara kannski til kynningar. Já, endilega. Nú snýst þetta náttúrulega kannski svona aðalega mest á einu fyrirtæki sem starfsfólk er að fara í annað húsnæði í mat. Já, varandi gangandi vegfarendur, já. Eru fyrirtækin eitthvað taka fyrir þátt yfir svona kostnað og svona breytingum sem snýst að vera starfsfólk? Nei, það hefur ekkert verið rætt. Þau náttúrulega eru með bara fulltrúa í þessari nefnd sko en jú, kannski benda á eitt að það er, þú kíkir aðeins á myndina, þá eru við reyndar alltaf inn á þeirra lóð hér sko, þetta er eitthvað sem ég finnst bara að kanna sko, þá að sé kvöð akstur sko, þá er það reyndar svona á okkar kunnu að við erum náttúrulega veghaldarar, þetta er eitthvað sem ég geti bara að skoða sko, það hefur ekki verið rætt sérstaklega. Já, takk fyrir þetta Ármann. Ég held að ég skil að það sé vilji hafnarstjórnar að draga úr hraða á seljabót en við erum líka með marga útlendinga sem að fara þarna niður eftir og gera sér kannski ekki grein fyrir því á hvernig svæðið þeir eru. Þannig að ég held að þetta séu líka fleiri heldur en bara gangandi vegfarendur úr Vísi á milli bygginga heldur en þetta er líka íbúar og túristar og annað. Þannig að en orðið er laust. Guðmundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ein spurning Ármann, er ekki búið að leggja þetta fyrir skipulagsnefndina? Jú.
það sem að ég ætlaði nú að segja en ekki þegja. Breytingu deiliskipulagi. Já. Já, það er svona, það gæti verið bara mjög snudd. Gera breytingu deiliskipulagi, formulega. En eins og segið þá færum við ekki í það fyrir næsta vor. Nei. Og það er alltaf betra. Þegar Seljabótin var gerð að aðalbraut og merkjum var breytt þannig að Ránargatan var sett á stöðvunarskyldu, þá sagði ég hér í púlti að mér lítist ekki vel á þessa framkvæmd vegna þess að ég óttaðist hraða á Seljabót. Og nú er verið að koma tillögur það að draga niður hraða á Seljabót. Þannig að við erum að fara svolítið hring og síðan er samráðshópurinn búinn að álykta hvort það sé ekki hægt að setja á stöðvunarskyldu sem er lýst bara vel á öll gatnamótin. Hefði verið betur heim og setja heldur en á stað farið. Hafa bara áfram stöðvunarskyldu á Seljabótinni. Til hvers erum við að þessu? Á svona stuttum tíma. Að hræra í þessu svona mikið. Var þetta vanhugsað að breyta aðalbrautar rétt á Ránargötunni? Ef að fara tilbaka, verður mann ekki að velta öllum þessum möguleikum upp úr því að þessi samráðshópur öryggismála á hafnarsvæðinu er jafnvel að velta upp fyrir að koma með stöðvunarskyldu á 4 vegu. Þannig að ég vil bara að nefndin taki þann möguleik til greina að breyta þessu tilbaka þá. Þá er stöðvunarskylda á Seljabótinni. Vandamálið er hraðinn á Seljabótinni. Og vísu gönguleiðir fyrir fólkið, ég skil það mjög vel. Þannig að þá verða skipulagsnefnd með hafnarstjórn og fara þá bara yfir málið frá A til Ö. Mér finnst það svolítið mikill hrærigrautur. Svo annað sem ég hef heyrt er að frá sjómönnum að bílastæðin við vigtina séu alltaf upptekin og lítið pláss fyrir sjómenn sem kannski upphaflega hugmyndin var. Takk. Takk fyrir þetta Guðmundur. Orðið laust. Það var nú einhverjum sem ræddi hugmyndin að setja bara hringtorg þarna, er það ekki? Það kom hugmynd. Eins og ég segja, skipulagsmál eru bara Já. það er bara versta. En þetta er svolítið flókið svæði kannski, þú veist, með tilliti til alls sem er í gangi þetta niður frá. Í ofanálega með allt þetta, alla þá sem að sækjast í að skoða hafnarsvæði. Já. En við erum svona að taka þetta þá til kynningar núna, við erum ekki að fara að afgreiða viðaukann strax, ekki rétt. Þetta kemur að tala umræðina stað. Já, já. Í hvaða ferli fer þetta þá núna? Þá tekið þetta bara aftur fyrir skipulagsnefnd næst og þá er þetta væntanlega tekið ákvörðun hvort að ég að senda þetta til deiliskipulagsgerð eða hvort við látum þetta hvort við samþykjum það að fara í þessar framkvæmdir án þess að gera breytingar á deiliskipulagi sko. En ef við gerum það þá er það óskað eftir viðauka við að fara í framkvæmdirnar en annars þyrftum við bara að fara í breytingar á deiliskipulagi þá fáum þið inn á borð til allavega tvisvar. Í þessu samráðshópi, er þetta ekki fulltrúar fyrirtæki þarna á svæðinu líka? Já. Men sko, já, þeir eru þá ekki bara að velta fyrir sér gatnamótunum, þeir eru að tala almennt svæði sko, og velta fyrir sér, þetta er náttúrulega notendur svæðisins og best að fá þetta bara beint í aðeins. Akkurat. Hvað er að gerast sko. Og þetta hefur kannski byrjað þessum minni hugmyndir en er í dag, frá vaksa, liftara, agreinar og fleira sko. Svona gerast bara skipulagsmálin sko. Þú ert ekki að gera svona liftara, ekki að líka á hafnargötunni? Það er ekki við þess. Það verða komna liftarabrautir víða. Já, akkurat. En orðið er laust á hann að við svona ljúkum þessu máli, þetta er reyndar núna bara kynningamál. Þá eru þessar breytingar tillögur að þessum gatnamótum lagðar fram og halda áfram í skipulagsnefndinni. Þá erum við komin að máli 12 sem er ósköp viðauka varðandi afrekssjóðinn. Bæjarráð hefur tekið þetta fyrir og það eru
fjöldin allur af umsóknum í afrekssjóðin sem mjög jákvætt, sýnir hvað við höfum öflugt íþróttafólk, en það vantar upp á og hér er beðið 130.000 krónur til þess að geta afgreitt þær umsóknir sem eftir standa á þessu ári. Orðið er laust. Ef ekki, þá ætla ég að leggja það upp til samþykktar að við afgreiðum viðauka í fjárhagsáætlun til að koma til móts við þessa aðila sem eiga eftir að fá greiðslur úr afrekssjóði, þeir sem eru sammála rétt upp hönd. Það er samþykkt samhliða. Og það er önnur viðaukabeiðni varðandi Víðihlíð. Bæjarráð leggur til bæjarstjórn að samþykkja viðauka að fjárhæð 480.000 krónur sem að verði fjármagnaður með lækkun á handbæri fé. Það er verið að fara í lagfæringar á íbúðum og það ber í milli, það vantar fjármagn til að standa straum af því sem að eftir er inn á þessi fjárhagsári. Orðið er laust ef ykkur vill tjá sig þennan viðauka. Ef ekki, þá ber hann upp til samþykktar, þeir sem eru sammála þessum viðauka, Víðihlíð rétt upp hönd, það er samþykkt samhliða. Og síðan er viðauki sem kemur hérna inn árlega með þessum hætti sem er tölvukaupa eða tölvubúnaðarkaup fyrir þetta ár. Það er óskað eftir viðauka við fjárhagsáætlun 2017 að fjárhæð 13.626.000 sem fjármagnaður verði með lækkun á tölvukaupalið tölvudeildar og það eru gjaldfærðar 4,7 milljónir rúmar á einstaka deildir og eignkvarðar hjá eignasjóði verða 8,8 rúmar. Samanber fyrirliggjandi minnisblað og við höfum tekið þetta fyrir inn í bæjarráði og vísað þessu hingað. Orðið er laust. Þetta er hefðbundið, þetta er gert alltaf með þessum hætti, ekki rétt, Jón? Þeir sem eru sammála þessum viðauka, rétt upp hönd, hann er samþykktur samhliða. Og við förum þá í annan viðauka sem er það eru 2 viðaukar eftir á dagskránni, þeir heyra undir slökkvilið Grindavíkur. Það hefur verið óskað eftir viðauka við fjárhagsáætlun þessa árs að fjárhæð 480.000 vegna reksturs slökkviliðsbifreiða. Bæjarráð leggur til í bæjarstjórn að samþykkja þennan viðauka að fjárhæð 480.000 sem að verður fjármagnaður með lækkun á handbæri fé. Orðið er laust. Ef ekki, þá ber ég upp þennan viðauka til samþykktar, þeir sem eru sammála honum rétt upp hönd. Það er samþykkt samhliða. Og að lokum að þá er hér óskup viðauka vegna bifreiðar. Hann stóðst ekki alveg skoðun, sá bíl sem er núna í notkun, þannig að það hefur verið óskað eftir að kaupa nýjan bíl. Viðaukinn er að fjárhæð 4.300.000 til að kaupa Hilux DC 2,4 dísel. Fyrir þá sem eitthvað vita á bifreiðum. En orðið er laust. Ég spyr þess bara sæti, er þetta eitthvað sem þetta kom alveg fyrir í fjárhagsáætlunarvinnunni? Var þetta eitthvað sem hafnuð þar? Já, festum 2019. Já, þetta var seinna í fjárhagsáætluninni. En er þetta ekki rétt, er þetta ekki nýr bíl sem er verið að kaupa? Jú. Já. Þess að þeirra var búið að reikna saman niðurfellingu á virðisauka og einhverju öðru að þá var þetta orðið held ég, eða ekki, minna heldur en að kaupa mögulega að nota hann bara. En hvernig virkar það þegar við seljum svo þennan gamla sem við ekki skoðum? Að fá pening í kassan. Það spurði hvað fæst fyrir hann. Málið er það að ef það er kynnt sem notaði bíl bara markaði þá er virðisaukaskattur sjálfur sér innifalinn í því bara vegna fyrstu kaupa útkomandi eiganda. Ef það er kynnt fyrir nýr bíl, virðisauka þá er þetta að fá virðisaukaskattur tilbaka. En það er samanur kannski sem dregur svona mjög saman með notum bílum nýjum. Já. Og vörugjald það er svo kemur vörugjaldið líka. Einn spurning, Já. það getur kaupa notaðan bíl á rauðmerktum númerum? Notaði bílar voru meira þess á þessu verði, sko. Við man að við kíktum á auglýsingar. Já, ég held að það sé tilfelli, sko. Já, gjör svo vel. Viltu koma í pontu? Gjör svo vel.
forseta ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar í rauninni bara að koma með smá athugasemd varðandi vinnulag, sko. Út að á bæjarráðsfundinum kom fram þessi beiðni og ég skil mjög vel að þessi bíl þurfa að vera í lagi. Að þá kemur beiðni nýja bíl út af því að það borgi sig ekki að laga gamla bílinn. En það eru samt engar tölur það hvað áætlaður viðgerðarkostnaður væri. Ekki búið að leita tilboði hann, heldur er það bara á orði. Og þá voru tilmæli til slökkviliðsstjóra að einmitt kanna með verð á notuðum bíl út af því að með það sem maður heyrir að þá er það mjög hagstætt núna. Og þetta kemur þá tilbaka að það sé of lítill munur til þess að borgi sig að vera að kaupa notaðan bíl. En það sem ég hefði viljað sjá samt er að fá samanburðinn. Það er þá okkar að meta hvort munurinn sé of lítill til þess að fara í notaðan bíl eða nýjan eða ekki. Ég vil frekar fá upplýsingarnar og fá að meta það sjálf hvort að borgi sig eða hvort sem það er að laga bíl eða kaupa nýjan eða notaðan, þá myndi ég samt vilja fá gagnrýni það, sérstaklega út af því að það var óskað eftir því á síðasta fundi. Þannig ég mun ekki setja mig endilega á móti þessari tillögu, en þetta er samt ákveðin atriði varðandi vinnulag og upplýsingagjöf til bæjarstjórnar sem ég finnst ekkert óeðlilegt að séu uppfyllt. Já, takk fyrir þetta Marta. Ég get alveg tekið undir það með þér. Það hefði verið fínt að fá bara hvað kostar að fá notaðan bíl og hvað kostar að fá nýjan bíl. En við erum í rauninni ekki með frekar upplýsingar heldur en það sem kemur fram í þessari bókunni, þannig að Jón? Nei. En rétt með þetta bók. En eftir stendur að hér er viðaukabeiðni upp á 4,3 milljónir fyrir nýjum bíl. Ég man eftir að hafa séð engu að síðu þegar við vorum að fletta þessu upp hérna á bæjarráðsfundi að notaði bílar voru alveg uppi undir 4 milljónir. Þannig að þetta er svona, mér finnst þetta ekkert ólíklegt að þetta sé rétt engu að síður, en orðið er laust. Ok, þá ætla ég að bera upp hérna viðaukabeiðnina til samþykktar þeir sem eru sammála því að samþykkja viðauka til þess að kaupa bíl fyrir slökkvilið breytt bönd. Það er samþykkt samhliða. Og þá eru almenni dagskrárliðir tæmdir að sinni og eftir viðtekur fundagerðar yfirferð. Þannig að við ljúkum bara þessari útsetningu, Sigger.